það að hefja þessa vinnu við Barnavernd sveitarfélaga. Það þýðir að við erum að opna stjórnkerfi sveitarfélagsins fyrir börn. Ekki bara stjórnkerfi sveitarfélagsins heldur líka skólana, velferðarþjónustuna, skoða hvernig við getum gert þetta betur. Eitt til dæmis bara svo algjörlega augljóst atriði þegar okkur fullorðna fólkinu er bent á það. Umhverfismál hafa verið áberandi hjá börnum og þegar við fórum að ræða þetta við börnin hér þá kom í ljós að allir ruslatallarnir eru svo hátt standandi á ljósastörunum að þau ná ekkert endilega upp í það. Það eru ótrúlega verðmæti í því fólgin fyrir sveitarfélög að eiga góðar upplýsingar stöðu barna og líðan þeirra í samfélaginu. Og Barnavernd sveitarfélag tekur utan þetta og heldur saman upplýsingum hagi og líðan barna í sínu sveitarfélagi. Þar af leiðandi verður sveitarfélagi miklu færara það að taka góðar ákvarðanir fyrir hönd barna í sveitarfélaginu. Þetta hefur ekki verið gert með markvissum hætti hingað til. Við höfum tekið alls konar prufur og fengið niðurstöður alls konar hluti varðandi hagi og líðan barna, en við höfum ekki fyrr en þá núna sett okkur markmið að gera þetta heildstætt. Markmiðið með verkefninu er að upplýsa bæði börn og fullorðna réttindi barna og þannig skapa vettvang fyrir börn og ungmenni til þess að tjá skoðanir sínar og hafa áhrif á samfélagið. Það er líka svo stór hluti í Barnavernd sveitarfélaga, hlutverkið okkar í ungmennaráði er að vera raddir ungmenna. Og við þurfum einhvern veginn að koma öllum skoðunum barna á Akureyri á framfæri svo þetta sé ekki bara okkar hagsmunir. Og þá skiptir svo miklu máli að við séum sýnileg í samfélaginu, þannig að við erum búin að vinna mikið með Instagram og að fara inn í skólana með kynningar og senda myndband í alla grunnskóla. Þessi þátttaka í verkefninu hefur styrkt ungmennaráðið okkar og falið ungmennaráði fleiri tækifæri eins og til dæmis það núna sitja þau í fræðsluráði og frístundaráði og það er mikið leitað til þeirra með alls konar mál sem að sveitarfélagið er að taka ákvarðanir og það er svo mikil breyting frá því að vera þessi táknræna skraut staða sem ungmennaráðið hafði. Þau voru gjarnan kölluð til til þess að rétta blómvöndin eða eitthvað álíka en höfðu ekkert málin að segja að einu leyti. Að þetta verkefni hefur breytt því og við höfum ennþá eftir að þróast enn frekar. Við höfum svo oft rætt lítinn áhuga og skort á þátttöku ungs fólks í pólitík og umræðu pólitísk mál og samfélagsmál, en það er algjör forsenda að bjóða þeim að borðinu eins og Barnavernd sveitarfélag gerir. Til dæmis stytting menntaskólans og þar var til dæmis ekki talað við börnin þessa ákvörðun og þau voru ekkert í þessar ákvörðun. Þótt þetta var ákvörðun sem myndi alltaf bitna á þeim og í hinum fullkomna heimi Barnavernd sveitarfélaga þá yrði þetta ekki til. Þá yrði þau alltaf rætt við börnin fyrst og þau yrði hluti af öllu ferlinu. Við erum með ótrúlega magnað og höfum verið svo lánsöm að vera með alveg magnað ungmennaráð sem að hefur bara leitt þetta fyrir hönd barna í samvinnu við fullorðna fólkið. Bara ótrúlega miklum metnaði og bara, þau eru bara mögnuð. Og án þeirra værum við ekki eins vel sett eins og við erum í dag. En það að fara inn í þetta verkefni, Barnavernd sveitarfélag, hefur styrkt stöðu ungmennaráðs og núna eru þau orðin fulltrúar í nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagsins og það er núna eins og það var erfitt að koma að í upphafi að það er núna orðin eftirspurn eftir þeim af því að við sjáum verðmætin í því að hafa þau með og fá raddirnar þeirra inn. Þannig að þetta er bara eitt dæmi það hvernig verkefnið hefur styrkt sveitarfélagið og gerir sveitarfélagið bara flottara og betra fyrir alla íbúa þess. Árið 2019 þá kom bara hálfgerð sprenging hjá okkur. Þá fór allt á flug. Við byrjum að fá greidda fundarsetu. Við héldum einnig líka fyrsta bæjarstjórnarfund unga fólksins og þá byrjum við að fá svo mikið meiri tengingar inn í bæjarstjórnina.
og það var þá, mér fannst helsti munurinn felast í því að við fengum stærri mál á borð til okkar og alvarlegri, ef ég má segja það, af því við vorum oft í svona, sátum í kannski nefndum að heitum á sundlaugina eða þetta var mjög oft heitt sundlaugina eða hvaða dót við vildum fá í sundlaugina, svona uppblásið, en nú erum við að fá mjög stór mál á borðið hjá okkur sem hafi alveg áhrif á börn og það er komin þessi kassi í bæjarkerfi sem þarf að fylla út í, ok, þetta kemur börnum við þannig að ungmennir þarf að kíkja á þetta og við erum að fá eins og, þú veist, með snjómoksturinn og strætókerfið, en þú veist, þetta kemur okkur við erum að ganga í skólana, skiljið, eða bara ferðast. Á sama tíma fáum við einmitt svona stór verkefni eins og deiliskipulög og aðalskipulög, höfum þau til umsagnar hvort þau séu barnvæn, hentaðu börnunum. Breytan í þessu öllu, það er að hafa þessa hjálp og þessa leiðsögn frá UNICEF. Ef við hefðum ekki haft þetta verklag og þennan stuðning, þá værum við ekki að ná þessu eins og við erum að ná þessu í dag. Það er alveg ljóst. Það er svo mikilvægt að börn þekki réttindi sín af því að ef þau þekki ekki einn réttindi, hvernig þau geta staðið vörð þau. Og það skiptir þá svo miklu máli þessi að fá fræðslu réttindi sín, ekki bara út af þeim sjálfum og ef það er brot þeim, heldur líka fyrir önnur börn og viti að öll börn eiga rétt á þessum hlutum og stíga þá inn í að það er ekki eitthvað í lagi og þannig vinnum við að aukinni réttlætiskennd og að koma í veg fyrir til bara einelti í grunnskólum. Og sköpum í heild bara jafnara samfélag. Ég heiti Hildur Lilja Jónsdóttir. Ég heiti Thelma Ósk Þórðardóttir og við búum í Barnavernd sveitarfélagi.